Já, góðan daginn. Við erum nú að kíkja hérna aðeins á píramída. Píramídi samsettur hérna af gólfi og svo eru 4 hérna þríhyrningar á þessum píramída. Og kíkjum á stutt hérna myndband hvernig þetta að virka. Nú, þetta var mjög stutt myndband sem sýnir svona kannski frá nokkrum hliðum hvernig píramídin lítur út. Já, frá nokkrum hliðum, kannski öllum parkurum þessu vídeo hérna aðeins. Við notum það ekkert meir. En kíkjum hérna á píramídan sjálfan, ljósmynd á honum. Og byrjum að kíkja á rúmmálsformúluna. Geymum flatarmálsformúluna aðeins. Svona. Formúlan þannig samsett. Svona, stilla þetta aðeins af. Það hefur vídeo hér og formúlan hefur uppi. Ok, tilbúin. Þá það nú þannig að vaffið táknar rúmmálið og hérna lengdin hér og breiddin og hæðin. Þetta allt eiginlega sama formúla og fyrir tening eða kassa. Nema hvað ég deili með 3. Það einfaldlega vegna þess að 3 jafnstórir píramídar mynda 1 kassa og 1 píramídi þá þriðjungur af kassa. Lengdin og breiddin táknar raun og veru gólfið og stundum sett G í staðinn fyrir lengd sinni breidd. G táknar þá bara gólfið, flatarmál gólfsins. Og hér þá lengdin og hin hliðin þá breiddin. Hæðin á þessum píramída hér þá þessi bláa hæð hérna og hún myndast hérna frá, þetta svona eins og teinn sem gengur upp úr miðjugólfi og upp í toppinn og alveg þráðbeint, ekki alveg eins og þessi bláa lína en alveg þráðbeint upp. Þetta var rúmmálsformúlan, hún tiltölulega þægileg. En þegar við kíkjum á flatarmálsformúluna, hérna, parkurinn rúmmálinu og kíkjum hérna á flatarmálsformúluna, þá hún samsett þannig að fyrri parturinn gólfið á hérna, píramídunum og það bara lengd sinni breidd. Þannig að ef ég ætla að mála þennan píramída þá mála ég 1 stykki gólf en ég mála líka 4 þríhyrninga. Þessi þríhyrningar hérna, þeir eru eins, þannig að þessna margfaldaði með 4. G táknar hérna grunnlínuna á þríhyrningnum, þannig að þessi rauða lína sem ég að benda hérna á, hún grunnlína. Reyndar þessi lengd hérna líka grunnlína, en þá ég hugsa þennan þríhyrning sem snýr að henni. En kíkjum á þennan þríhyrning sem hérna hægri hliðin á þessum píramída. Grunnlínan táknar þá rauðu línuna en hæðin hérna, þetta hæðin, þessi svarta frá botninum á þríhyrningnum og alveg hérna upp í toppinn. Ekki blanda þessari hæði við bláu hæðina því að það hæð píramídans og ætlast til þess að nota þá hæð í reikningnum á rúmmálinu en þessi hæð hérna hæð þríhyrningsins, þessara hliðar sem á píramídunum og þá ég að horfa á þessa svörtu hlið. Hér lítil teikning, svona hliðarmynd sem sýnir þennan þríhyrning sem myndaður hérna, það 90 gráða horn hérna í horninu og ef ég veit þessa bláhæð og ég veit lengdina, þá get ég bara deilt lengdina með 2, þá ég komið með þessa stuttu hlið. Þá ég raun og veru bara komið Pýþagóras, alveg straight, hæðin í öðru veldi á píramídunum pluss þessi halva lengd í öðru veldi jafnt og þessi svarta hæð hérna í öðru veldi og þá get ég notað Pýþagóras að finna hana því að ég til þess að geta að reikna út þetta flatarmál þá þarf ég að vita þessa hæð. Þannig að flatarmál þessa píramída í grunninn 1 stykki gólf
pluss 4 hliðar á þríðing. En ítrekka gættu ná að þessi hæð hérna er þessi svarta hæð hérna á teikningunni. Stundum erum við að setja upp sérstöku útgáfu á dæminu þar sem að 2 hliðar eru eins, þar sem að breiddin er eins á gólfinu en lengdin er þá einhver önnur tala, það er náttúrulega eins út af fyrir sig en breiddin er þá önnur en lengdin. Þá er að myndast 2 eins þríðningar, þessi hérna hægra megin og annar sem er þá beint á móti vinstra megin og svo eru 2 aðrir eins hérna að framverðu og aftanverðu. Þá breytist þessi formúla örlítið. Þar segja, ég er þá að finna flatamál gólfsins, þar segja undir píramídanum, pluss 2 svona þríðningar, pluss aðrir 2 hinsegin þríðningar. Þannig að það er gólf pluss 2 þríðningar pluss 2 þríðningar. Þá gæti ég þurft að finna hérna 1 stykki hæð á hérna þessar hlið hér og þá er ég komin með í raun og veru annan þríðning hér. Vonandi skýr þetta eitthvað, hvernig þetta er unnið. Takk fyrir.